Komið sæl, Birgir Þór heiti ég, þið að horfa á íslenskt mótorsport og efni þáttarins í kvöld. Önnur umferð Formula Offroad Open sem framfór á laugardaginn í Bolöldum fyrir ofan Sandskeið. Fyrsta umferðin fór fram í Swindon á Englandi og þar var Gísli Gunnar Jónsson að láta sér það lynda að sitja eftir í annarri braut, en sigurvegarinn í þeirri keppni var Gunnar Egilsson og hann fór einmitt fyrstur af stað í fyrstu þraut á laugardaginn. Og hér er hann rétt að byrja brautina, en sökum þess að nítróið kom ekki inn á réttum tíma þarna, þá situr hann þarna fastur og hann fekk ekki nema 50 stig fyrir lengdina, enga refsingu, en 50 stig af 300 er niðurstaðan fyrir Gunnar Egilsson, ekki hans dagur. Þá er það Gunnar Gunnarsson í götubílaflokki og hann missir bílinn hérna til hægri. Hefðu nú kannski átt að klára þessa beygju til vinstri þar sem hann átt að fara upp. Við sjáum þetta hérna aftur. Hann byrjar að fara hérna upp í brekkuna en hættir síðan við og hann fær ekki nema 90 stig og 50 refsistig. Þá er það Páll Antonsson. Vel gert, það er ekki komin nema, sýnist mér, 50 refsistig þarna eða jafnvel 20. Og hann bakkar hérna og reynir aftur, en það gengur ekki. 80 refsistig er niðurstaðan fyrir hann, 140 fyrir lengdina og hann fær því ekki nema 60 stig fyrir þessa braut. Hann hikaði þarna augnablik mótorinn í bílnum, eða þá var eins og hann færi úr gír augnablik. Þá var það Haraldur Pétursson á léttum bíl, fer hér upp á en lendir síðan hérna fyrir ofan hliðið, viltist hér í þessari braut, greinilega ekki skoða nógu vel. Hann fyrir hérna upp fyrir hvítadekki sem kemur inn í mynd núna og Haraldur fær því ekki nema 90 stig. Já, hérna, ekki byrjar það nú vel hjá okkar mönnum. Og hér er Rafn Arnarsson og hann stekkur og hann brýtur liðhúsið hægra megin að framan. Það er samt sem áður afl á hjólinu og þrátt fyrir það að það hangi svona með þarna hálflaust á öxlinum, en þá fer hann þetta langtang til að öxullin brotnar líka. 140 stig fyrir lengd og 60 refsistig, 80 stig alls, 70 besti árangur hjá Rafni. Rafn Arnar keppir í götubílaflokki eins og Gunnar Gunnarsson og Ragnar Róbertsson sem að kemur hér næstur. Menn þurfa að vera svolítið ákveðnir hérna í þessu fyrsta barði, komast upp fyrir þetta dekk sem hann er að kræki í hér og niður fyrir þetta hvíta ef að menn ætla að gera þetta refsilaust, og síðan þurfa þeir kraftinn til þess að fara hérna upp á sem að Ragnar hefur ekki. 130 stig og 50 refsistig. Það var að Björn Ingi Jóhannsson mun öflugri bíl heldur en Ragnar, en hann er strax kominn með 100 refsistig hérna og sest síðan á kviðin. 140 fyrir lengd og 100 refsistig, aðeins 40 stig fyrir brautina, 10. besti árangur. Þá er Gunnar Ásgeirsson sem stökk svo eftirminnanlega í síðustu braut í Swindon. Það var eins og hann ætlaði að setjast hérna á kviðin. 50 stig farinn og önnur 50 og hann er búinn að tapa 150 stigum. Hann getur mest fengið 300 fyrir lengdina og 150 refsistig. Hann nær ekki nema 150 stigum út úr þessari braut þó hann fari refsulust það sem eftir er. Og hér á hann næst að taka hægri beygju. Og hér reynir svolítið á beygju radíus bílana. Hann nær þessari beygju vel og þarf því ekki að fara þarna í stálið, og upp á fer hann 300 stig fyrstu til þess að klára brautina, en aðeins 150 stig. Þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Fer hérna vel upp fyrir dekkið og reynir síðan að klóra framenda niður til að komast niður fyrir hvítadekki til þess að gera þetta refsilaust. Nei, 20 refsistig og svo þarf að afli hérna og í gegnum hliði refsilaust, aðeins 20 refsistig kominn, og eftirleikurinn ætti að verða auðveldur eins og við sáum hjá Gunnari Ásgeirssyni áðan. Það er spurning þó hvort að bíllinn hjá Gísla beygir jafnvel eins og hjá Gunnari Ásgeirssyni. Reynir að fara hérna eins mikið á ská inn í þetta hlið eins og hægt er til þess að komast hérna hægra megin við aðalbarðið sem var nú ætlun að láta þá í þarna, en hann fer þetta 300 stigum, 280 fyrir lengdina, og sjáu þið hvað hann gerir þetta snirtilega hérna upp fyrir dekki sem var að koma inn í mynd, og síðan reynir hann að klóra með því að spóla og láta hliðarhallan hjálpa til við að ýta bílnum niður, en 20 refsistig. Vel gert hjá Gísla Gunnari Jónssoni. Og augljóst af hverju hann er Íslandsmeistari og Formula Offroad Open meistari frá því fyrra, þá er það Sigurður Þór Jónsson.
Það skiptir máli hvert einasta dekk í svona keppni. Hann tapar aðeins 20 stigum hérna, tekur hérna neðra dekkið, hikar svo augnablik, átti við gangtruflanir að stríða hérna og þarf að bakka og upp á fer hann en tapar alveg fullt af stigum. Hann er komið 110 refsistig. Þetta getur skipt verulegu máli hvernig menn fá brautarmerkingar undir bílana. 20 stig tapast ef að menn snerta bara með einu dekki. Sé eitt dekk bifreiðarinnar fyrir utan brautarmerkingar þá tapast 50 stig. Séu 3 hjól bifreiðarinnar fyrir utan brautarmerkingar þá tapast 100 stig. Nema í endahliðið þar helmingast þessi refsing. Gaggjart til þess að reyna að fá menn til þess að reyna við endahliðið sem að stundum er hátt uppi og á erfiðum stað. Þá er það Guðmundur Pálsson. Hans aðall er hvað hann er nettur á dekkjunum, en hann er samt sem áður búinn að taka hér 2 dekk á 20 stigum hvort, búinn að tapa 40 stigum og hér tapar hann 20 stigum í viðbót. Reyndar kom í ljós þegar að grannt var skoðað að þegar hann snerti fyrsta dekki sem að ég nefndi að þá var það ekki bíllinn eða dekk á bílnum sem að snerti það, heldur var það grjót sem að felldi það. Þannig hann er aðeins með 40 refsistig hérna. Guðmundur er svolítið smeykur við búnaðinn að aftan hjá sér. Hann talar að öxlarnir í afturhásingunni séu heldur veikburða og hann lýkur þessu á 260 stigum, er þar með í öðru sæti. Í 3. sæti Sigurþór Jónsson 190 stig, þá kemur Haraldur Pétursson með 90 stig og sjáum við munin. Það munar 190 stigum á Haraldi Pétursson í 4. sæti og Gísla Gunnar Jónsson í 1. sæti. Þá er það braut nummer 2. Páll Antonsson fer hér fyrstur. Læði sér þarna skemmtilega yfir hólinn á þess að snerta dekkin og á síðan að fara hér beint af augum upp miðjan skjáin, en hann hikar hér eitthvað. Upp á fer hann en er sannilega komin þarna út fyrir braut og þó ekki. Stoppaði 10 stig í refsingu og síðan er hann komin út úr braut hérna. Hann fær 220 fyrir lengdina og 60 refsistig, 160 stig sem var þó 3. besti árangurinn. Það var Haraldur Pétursson. Eitthvað hikaði Haraldur hér augnablik og hann hikaði aðeins og lengi, bakkar og langt og má þar leiðandi ekki að halda áfram. Fær 180 stig fyrir lengdina og enga refsingu. Þá er það Ragnar Róbertsson. Það er greinlegt að þessi brekka er svo lítið erfið hér hinum megin við þennan hól. Kannski sérstaklega vegna þess að bílarnir virðast hika svo lítið þegar þeir ljúka við fyrri hindrunina og Ragnar Róbertsson fær 160 stig fyrir lengdina og 20 refsistig. Björn Ingi Jóhannsson fekk 160 stig fyrir lengdina, enga refsingu. Þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Fyrir hérna aðeins lengra til hægri en aðri keppendur og fór aðeins og langt til hægri. Þarf aðeins að ákveða hvað hann þarf að gera. Bakkar, þá tapast 40 stig og fer síðan upp á. Svo er hann að ná hér þessari hægri beygju. Gerir það. Sjáðu dekki sem var að koma hérna inn í mynd. Það er efst í brautinni. Gísla á að hanga hérna í hliðarhallanum. Fer allt og neðarlega og er komin nánast út fyrir braut. Tekur ákvörðun hér að bakka. Hann hékk ekki nægjanlega vel þarna inn í brautinni. Sleppur með það með því að koma inn í brautina aftur og líkur þessum með því að setja afturdekki hérna í rauðadekkið í endahliðinu. Fær 250 stig fyrir lengdina en 105 refsistig og aðeins 7. besti árangur í braut með 145 stig. Sigurþór Jónsson. Það er eitthvað óhljóð í vélinni hjá honum, hann virðist ekki ganga almennilega og þess vegna þá nær hann ekki upp þeim hraða sem hann þarf til þess að fara hérna upp. Þetta var ekki mjög stór brekka svona á að líta en keppendur lentu þarna í vandræðum. Sigurþór Jónsson fekk 180 fyrir lengdina og 20 refsistig, 160 stig sem var 3. besti árangur í brautinni og síðan er það Guðmundur Pálsson, hikar hérna aftur, drepur á.
Greinlegt að keppendur eru svolítið hræddir við það hvað stálið hart þarna fyrir framann, hræddir að brjóta og fara jafnvel aftur fyrir sig. 160 stig fyrir lengd og 50 refsistig, 9. besti árangur í braut, 110 stig. Þannig að það breikkar bilið á milli hans og Gísla og Sigurðar. Og Gunnar Egilsson, þetta ekki alveg hans dagur. Það bara ekki því gripi við jörðina sem hann þarf til þess að fara hérna upp og Gunnar Egilsson fær 180 stig fyrir lengd og 40 stig í refsingu fyrir að bakka, 140 stig. Þá í 10. sæti með 190 stig samtals eftir 2 brautir, Gunnar Gunnarsson. Lokar hjálminum til þess að fá ekki grjóti í andlitið en hikaði allt og lengi hérna og Gunnar fær aðeins 170 stig. Sem þó annar besti árangur í brautinni. Guðmundur Pálsson enn í öðru sæti með 370 stig, 20 stigum á undan Sigurður Þór Jónssoni og það munar 55 stigum á honum og Gísla Gunnar Jónssoni. Haraldur Pétursson í 4., Páll Antonsson í 5., Ragnar Róbertsson þar skammt undan sem fer fyrstur að stað hérna hjá okkur í 3. braut. 3. braut aðeins lengri heldur en fyrstu 2 brautirnar. Þurfti að glíma þarna við einn hól og sjáðu loftið farið úr hægra megin að framan hjá honum og hann þarf að nota þetta hjól til þess að hanga hér upp í hliðarhallanum sem hann gerir ekki. Og hann hættir hérna við og Ragnar Róbertsson fær 190 stig fyrir lengdina, enga refsingu. Þá er það Björn Ingi Jóhannsson. Ragnar Róbertsson ríflega hálnar með brautina þegar hann hætti við. Og Björn Ingi sleppur nú hér yfir á þess að missa hjól úr hjólbarðanum, loft úr hjólbarðanum ætla ég nú að segja, enda eru allir sérútbúnu bílarnir með dekkin skrúið föst við felgurnar að utanverðu. Rauði hringurinn sem við sjáum inn í dekkinum heldur hjólinu föstu eða hjólbarðanum föstum á felgunni. Og Björn Ingi, hér vantar nú aðeins ákveðni, 220 stig fyrir lengd og 20 í refsingu. Þá er það Gunnar Ásgeirsson með hálskraga undir hjálminum ef að hann skildi nú velta til þess að ekki verði of mikið högg á hálsinn. Hjálmurinn sest á þennan hálskraga og tekur höggið af ökumönnum eða af hálsi ökumanna. Þetta á einleiða í Formúlu 1 á næsta ári. Hann hangir hér vel ofalega þarna, vel gert hjá honum. Hann er refsilaus en vantar síðan ákveðnina við að jafnvel klippa þetta hvítadekk sem er þarna inn í mynd og taka á sig 50 refsistig til þess að reyna að klára þetta. Það var Gísli Gunnar Jónsson, Gunnar Ásgeirsson fekk 220 stig. Komin í 7. sætið yfir heildina með 430 stig. Sjáu að Gísli lenti svona svipað eins og Ragnar Róbertsson þarna en heldur þó lofti í hjólbarðanum, hægra megin að framann. Nær þó ekki að vera hér nægilega ofalega, tapar hérna 20 stigum. Hér á ekki greinilega ekki að fórna neinu. Gísli 220 stig fyrir lengd og 20 í refsingu. 200 stig samtals. Þá er það Sigurður Þór Jónsson að gera klárt hérna. Hafa nítrókútinn opinn þannig að það svíkja hann ekki aflið þegar á þarf að halda. Og svona loka tékka á beltum þarna. Sýndist mér. Sigurður Þór refsilaus ennþá. Nú er að hanga hérna nægilega langt til vinstri séð frá honum. Nei, það gerir hann ekki, 20 refsistig. Ef hann reynir ekki hérna við endahliðið þá fær hann ekki nema 220 stig fyrir lengdina, já, og það kemur í ljós snjór þarna undir. 220 fyrir lengdina, 20 refsistig, 200 stig. Guðmundur Pálsson. Sjálfsagt ekki alveg ánægð með það að bílinn skildi drepa á sér í annari braut. Þar hafði hann ekki nema 110 stig upp úr krafsinu, var fyrir það aðeins 20 stigum á eftir Gísla en var orðinn 55 stigum þegar hér var komið sögu. Nei, það er eins og að vanti pínu áræðinu og ákveðni í keppendur. Ekki reynir Guðmundur Pálsson heldur hér. 220 stig. Allir 3 efstu menn með 200 stig út úr þessari þraut. Þá er það Gunnar Egilsson. Egils Gunni eins og stendur á bílnum.
Já, hann reynir þetta. Hann vann voltinn en hann bjargar sér hérna. Drepur hins vegar á. Hálfpartinn út úr braut en sleppur með það. Nei, slapp ekki með það því hann fekk aðeins 210 stig fyrir lengdina þrátt fyrir að hann reyndi að fara hér upp og aðeins 20 refsistig. Hann var dæmdur þarna út úr braut. Hér hann kominn allt og langt út fyrir brautina. En 210 stig fyrir lengdina eru hans. 20 refsistig. Þannig að hann fær 190 stig fyrir þessa braut þó hann hefði nú fengið að njóta 240 stigana sem að eru fyrir það sem að hann kemst hér hæst upp. Þá hefðu dottið á hann 70 refsistig þannig að niðurstaðan hefði verið svo sama. Það var Gunnar Gunnarsson. Ekki Dagur Gunnars Egilssonar. Gunnar Gunnarsson í götubílaflokki. Eins og Ragnar Róbertsson, vel gert hjá Gunnari. Og hann fer hérna upp á en 50 refsistig fyrir það að riðlast þarna yfir dekkið. 230 fyrir lengdina og hann fær 180 stig. 11. besti árangur í brautinni. Þá er það Páll Antonsson. Páll er eftir því sem að ég man best á öðru ári í torfærinni. Vel gert hjá honum, hangir hér vel uppi. Á bíl sem hann mætti á í fyrstu keppni Íslandsmótsins í sumar í Stapafell. Mjög öflugur bíl og hann fær hér 220 stig enga refsingu. Haraldur Pétursson. Haraldur var í 4. sæti, 155 stigum frá fyrsta sætinu. Fyrir þessa braut, 155 frá fyrsta sætinu og hann fer hér nógu hátt til þess að fá 230 stig og enga refsingu og heldur áfram 4. sætinu en er nú aðeins 125 stigum frá fyrsta sætinu. Haraldur er þó að reyna hérna og breytingar sem hafa verið gerðar á bílnum að framan gera það verkum að ekkert brotnar eins og gerði svo oft í fyrra og Haraldur ekur byrði sinni bara burtu úr þessu. Þarf ekki aðstóð til og staðan að loknum 3 þrautum Gísli Gunnar Jónsson efstur en þá einum 55 stigum á undan Guðmundi Pálssyni. Sigurður Þór Jónsson í 3. sæti 20 stigum þar á eftir og Haraldur Pétursson hefur aðeins nálgast toppinn með 500 stig. Þá Páll Antonsson, Gunnar Ásgeirsson og Ragnar Róbertsson. 4. braut fór eiginlega í vaskinn sökum þess að snjórinn var mikill þarna neðst í brautinni og hún var ekki fær. Gísli var einn af þeim sem reyndu hérna en hafði ekki erindi sem erfið og Gísli fekk ekki nema 60 stig fyrir þessa braut. Guðmundur Pálsson reyndi, velti sínarbílnum en fekk 90 stig fyrir brautina og minnkaði mun á honum og Gísla Gunnar Jónssoni niður í 25 stig. Sigurður Þór Jónsson er nú 65 stigum á eftir Gísla. Haraldur Pétursson áfram í 4. Páll Antonsson í 5. Gunnar Ásgeirsson í 7. og Ragnar Róbertsson í 7. og þar með í 1. sæti í götubílaflokki. Nú sömu sögu var að segja af 5. braut. Hún var í Hlíðarhalla sem í skugga, síðst í Gryfjónum í Bolöldum fyrir ofan Sandskeið og átti að fara upp á sama stað eins og brautin þar á undan og reyndar var tilhlaup ökumanna aðeins lengt til þess að leyfa þeim að reyna en það gekk ekki og staðan breyttist þó aðeins. Guðmundur Pálsson minnkar munin niður í 15 stig þegar 3 þrautir eru eftir. Sigurður Þór Jónsson áfram í 3. en Páll Antonsson skríður upp fyrir Harald Pétursson í 4. sæti og Björn Ingi kominn í 7. sæti. Gunnar Gunnarsson kominn upp fyrir Ragnar Róbertsson í slagnum í götubílaflokki og við förum í 7. braut. Upp á kantinn fer Gísli hérna og hangir fyrir ofan og síðan á að fara hér niður í Hlíðarhalla og síðan strax vinstri beygja til þess að komast í gegnum endahliðið. Gísli gerir þetta vel, fær 230 stig. Þá er Sigurður Þór Jónsson. Þetta er slagurinn toppinn, hann er nú þegar kominn með sýnist mér 50 refsistig. Kemur hér upp fyrir dekkið sem að Gísli fór yfir þarna áðan. En síðan fer hann hér yfir dekki í endahliði og tapar 25 stigum. Hann tapar sem sagt 75 stigum, fekk 225 stig. Og þá er það Guðmundur Pálsson, var aðeins 15 stigum á eftir Gísla þegar hér var komið sögu. Og missir sýnist mér bílinn allt og langt hérna til hægri, já.
og lendir þarna á smá grjóti sem að setur hann fram hjá endaliðinu og þar með misti hann af öðru sætinu, datt niður fyrir Sigurð Þór Jónsson. Er nú með 960 stig, 25 stigum eftir Sigurð Þór Jónssyni í stað þess að vera jafn Gísla eða jafnvel fyrir ofan. Björn Ingi Jóhannsson í 4. sætinu, Gunnar Gunnarsson í 5., Haraldur Pétursson dottinn niður í 7. sæti og Páll Antonsson í 7. sæti. Og þá kemur að Gunnar Gunnarsssyni í næst síðustu braut sem var tímabraut og þá sprengir hann upp úr blöndungnum og fór ekki lengra í þessari braut á meðan að Ragnar Róbertsson ók þessa braut sem var tímabraut á 33 sekúndum og komst þar með upp fyrir Gunnar Gunnarsson í slagnum í götubílaflokki. Páll Antonsson. Þetta var hliðarhalli og mjög laust efni. Og hér var keppt við klukkuna. Og hér er hann greinilega búinn að missa allt torkið úr girkassanum, fer þó upp á og fer á 28.67 sem var hann 7. besti árangurinn. Þá er Haraldur Pétursson. Heldur enn og meiri hraðin á honum. Já, 22.39 er tíminn, 3. besti árangur, 250 stig, engin refsing og þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Fyrir nokkrum árum þá tók Gísli það ráð að lækka bílinn hjá sér allverulega. Og það skila sér í því að hann þolir hliðarhalla mun betur heldur en áður. Og Gísli er hér með miklum átökum að ná besta tímanum í brautinni 21.30. Og snertaðins eina brautarmerkingu, fekk 290 stig. Það var Sigurður Þór Jónsson. Hangir ofar heldur en Gísli Gunnar Jónsson. En tíminn er örlítið lakari, 22.31, annar besti tíminn. En heldur það sem áður öðru sætinu. Guðmundur Pálsson er í 3. sæti með 1180 stig og Haraldur Pétursson stökk upp í 4. sætið. Björn Ingi Jóhannsson er í 5., Páll Antonsson í 7. og Gunnar Ásgeirsson í 7. Þetta eru allt saman bílar úr sérútbúnaflokknum þegar farið var að staði í síðustu braut sem var einnig tímabraut, ekinn á flatlendi í talsvert miklu rykki. Og Haraldur Pétursson ók þessa braut sem var nokkur löng í tíma fyrir keppendur á 1.09.06 sem var 4. besti árangur í brautinni. Hún endaði síðan á 1 stuttri brekku. Og Haraldur náði 230 stigum út úr þessari braut, tryggði sér þar með 4. sæti í þessari keppni og Ragnar Róbertsson tryggði sér sigur í götubílaflokki. En við skulum fara með Gísla þessa braut. Og hér kemur hægri beygja. Önnur hægri beygja, við heyri gríðarlega átök og síðan vinstri beygja og í kjölfarið kemur önnur vinstri beygja og þá gerist það að vinstra afturhjólið yfirgefur bílinn með öxli og öllu saman og Gísli núna aðeins á 3 hjólum á Arctic Truck bílnum. Finnst hann vera svo lítið leiðinlegur eins og hann sagði í viðtali við Dagblaðið. Þetta eru hjólin 3 sem eru undir bílnum, það vantar vinstra afturhjólið og bílinn dregur bremsuskálina með sér. Gísli klippir hérna á dekkið og það eru talsverð læti og hann þarf að koma framundanum hér upp á brúnina til þess að tryggja sér sigur og það gerir Gísli með miklum átökum, krækir framundan í gegn og fær þar með tíman 1.07.57 og það er 3. besti árangur í brautinni, 250 stig. Gísli var ekki viss hvort hann hefði farið þarna upp á, þannig að hann fór bara hringinn inn í rykið og upp á aftur, eða reyndi það allavega, og aftur fór hann jafn langt en þá með hitt framdekkið. En tíminn staðreynd 1.07.57, 3. besti árangur og þar með sigur í þessari annari umferð í Formula Offroad Open og Gísli ánægður með þetta. Sigurður Þór Jónsson var að berjast þarna annarsætið við Harald Pétursson og Guðmund Pálsson en hér er eins og hann sé orðinn pílítið villtur, ekki alveg viss hvert hann á að fara. Jú, þarna hliðið sem ég á að fara í gegnum, síðan á að taka hér alveg uppbeygð til vinstri en einhverja hluta vegna að þá misreiknar hann sig og fer vittlausu megin hérna við hólinn og lýkur ekki nema 50% brautar. Fékk þar með 1350 stig yfir heildina og þá átti Guðmundur Pálsson allt í einu möguleika.
Og með því að ná 7. besta tímanum í brautinni þá komst hann upp að hlið Sigurðar Þórs Jónssonar og reglur eru þær að sá aðilinn sem að vinnur fleiri brautir gegn hinum, hann hreppir sætið. Guðmundur Pálsson var þar með í öðru sæti en sjáiði Haraldur Pétursson aðeins 10 stigum á eftir Sigurði Þór Jónssoni með 1340 stig og Ragnar Róbertsson sigraði í götubílaflokki. Besta tímanum í tímabrautinni náði síðan Páll Antonsson. Og listavél, ég verð hér aftur að viku liðinni næstu helgi fer fram 3. umferð SO Íslandsmótsins í rally í Skagafirði en þangað til næst, bless.